dóttir þín var að vinna á OnlyFans. Já, rétt. Það hefur verið, hún hefur talað um það opinberlega og það hvernig var það fyrir ykkur sem foreldra að uppgöta það eða komast að þessu? Sko, við sem betur fer þá vorum við einhvern veginn áður en það var svona opinbert. Þú veist, eins opinbert eins og það var, þá voru búin að, ég man ekki hvernig við fréttum þetta. Nei. Það settustu bara niður með henni og spurðum bara hvernig staðan. Hún bara viðurkenndi, sagði bara, já, þetta er bara svona, og bara ok. Og hérna, og náttúrulega eftir, þú veist, ég held að allt nýtt áfall sé ekki, þú veist, jafnvel þú sett góður í áfalli númer 1 og það kannski ekki frábær í áfalli númer 2. Samt eitthvað sem gerist, þú veist, það ég held aftur attachmentinu, sko, þegar maður þarf, þegar lífið þarf ekki að vera svona eða hinsegin til þess að maður sé hamingjusamur, sko. Það verði aldrei hamingjusamur. Þú veist, þú veist, þetta kemur svolítið inn á núvitundana sem enn og aftur ekki yfirnáttúruleg, ekki trúarleg, bara margar rannsökuð og ég segi það því ég kenni þetta og þú veist, allavega svona eitthvað smá, ég er ekki sérfræðingur, sko, en bara búin að stundið í mörg ár og þetta er búið að gera X fyrir mig og það náttúrulega var eins og hann Jón Kabat-Zinn sem er lífeðlisfræðingur innleiddi núvitund inn í heilbrigðiskerfið. Hann bara notar þetta bara fyrir sjúklinga bara og það eru bara mælanlegar rannsóknir sem sína árangur. Þannig að, þú veist, og þetta, þú veist, þannig að, og þeir sem trúum ekki, googlið bara, þú veist, við höfum ekki tímið það hér í þessum podcasti, já, þannig að þetta var svona, við náðum einhvern veginn svona, ok, og ert að meiða þig? Nei. Ert að ganga við mörg? Þín? Nei. Ert að meiða einhvern annan? Nei. Ok, skan mín. Ok, og þú vilt þetta? Ok, skan, já. Og náttúrulega allt þetta, þú veist, þessi mýtaðum og græði svo mikið og sett þinn einn herra á þetta sem hún hefur og ég leyfi þeim sem að bara hlustið á hennar viðtöl sérstaklega eftir hún hætti. Þegar hún bara fór að hreinsa upp mikið af þessum mýtum og nota bene. Ég er ekki til þess að tala niður, ekkert af þessu, nú er ég bara að tala sem foreldri, hafa, þú veist, að því þetta er kannski ekki það fyrsta sem þið langar að barnið þess að gera, sko. Og það sem kannski kom og við sögum bara alltaf við hana bara, þú veist, þetta mín, við bara elskuðum þig og við erum alltaf til staðar og þú mátt alltaf leita til okkar og ég held líka sem bara vann með okkur að við vorum bara alltaf við, þú veist, bara lokuðum ekki, við sögum ekki bara þegar, þú veist, við lokuðum bara ekki, við sögum bara og að því ég séð það gerast hjá öðrum, sko, þegar við loka og það er svo hjálplegt, sko. Miklu frekar bara, ok, hvað get ég gert? Hvað er eitthvað sem ég get gert? Og síðan var það ekki fyrir en að hún sagði bara sjálf, þetta er bara orðið, þetta er bara að meiða mig núna, bara, þá náttúrulega getur við ekki stutt þig. Men náttúrulega kannski, og það munur á stiða barnið sitt að stiðja, þú veist, svona miðla, skilur mig. Ég vil ekki segja það, þú veist, að því þá er eins og að tala niður einhvern einn miðil og eitthvað svona, þú veist, og að ég bara hef ekki menntunin allir að skilja þetta, skilur mig, þú veist, hvað er gott og hvað er vont og eitthvað, skilur mig, þú veist, það örugglega er til einmitt þarna úti, þú veist, ethically sustainable clown, skilur mig, sem fólk er sjálft bara, heyrðu, ég er bara að gera þetta og þú veist, bara, þetta er bara ég og maðurinn minn, ég og konu, skilur mig, þú veist, það er bara, þannig að ég veit ekki og það ég veit mikið að rannsóknum bara hvað klám er slæmt og allt það, eða þú veist, sérstaklega þú ert ungur drengur og þú veist, en aftur, þetta bara þekki ekki, ég bara viðurkenni, ég bara þekki þetta ekki nógu vel. En hún var alltaf að fara að meiðast og hún sagði, ég geti þetta ekki lengur og hún fór bara basically að hún var svo ógeðslega hörð í þessu, svo sagði hann bara, þetta er bara ekki í lagi og ég er bara paranoid og það er bara verið að hóta mér og það er verið að, þú veist, þetta er bara allt komið í óefni, sko. Og hún getur ekki farið út neins staðar og þetta er bara allt í ykkur óefni. Þá bara snýr hún alveg við blaðinu, sko, hætti bara og sagði bara, þetta er ekki í lagi. Og fór bara hreinlega að tala gegn klámi, sagði bara, heyrðu, það er enginn að græða nema einhver toppar, sko. Það er bara enginn að græða, það er alltaf einhver. Svo náttúrulega hef ég séð heimildarmyndir, ég náttúrulega kynnti mér þetta aðeins og ég bara svona, já, ok, það er aldrei neitt hamingjusamur. Það skilur mig, þú veist. Og enn og aftur, þú veist, allavega það sem ég sá, þú veist. Ég ætla ekki alhafa neitt, en þú veist, ég bara, þetta er mín reynsla, ég sé, getur vel verið einhver komið og segja bara, hei, þetta er nú bara rugl og eða skilur mig, en mín reynsla er sem ég hef séð, ég hef allavega ekki séð, þú veist, þetta, já, þannig gleðin, skilur mig. Þú veist, ég held að,
og nú enn og aftur bara að sjá hana þegar hún fekk nóg, gat ekki meir og það var rosa magna. Það var rosa magna að sjá það og bara þegar hún fór að hjálpa öðrum bara að komast út úr þessu og bara að meira sér hjálpaði, ef ég mann rétt, neyðarlínunni, þau hefðu samband við hann og segja bara, við erum að búa til svona prótokoll hvernig að hjálpa stelpum út úr þessu, þú veist, við erum bara, og ég minnir að það verið, og þau leituðu til hennar, af því þá var hann fann að tala bara gegn, sko, og já, hún snýr við blaðinu og bara hættu, og bara þetta er ekki í lagi, sko, og frekar til að vera blönk, heldur en þetta, sko, og að því hún segi, það er alltaf, þú endar alltaf á því að ganga mörk þín, alltaf, það gerist, og að því þetta er svo rómantist pæling, bara já, ég bara minn líka með og mitt þetta og ég var alveg tilbúin að fara á þann vagn nema hún glöð og þú veist það bara ok ekki að sem ég sá fyrir mér en hei, ég elska þig þú ert dóttir mín, ég elska þig út af lífinu þannig að þetta var, en þetta var en nú, sko, en notabene að komast á þennan stað sem ég er í dag þú veist, þetta var alveg fyrst bara þú veist, við vorum náttúrulega í sjokki það var, þú veist, þetta var skrítið þetta var skrítið, það var allt svolítið skrítið og við náðum svolítið að, þú veist, af því að þú getur ekki farið bara, þú veist, og hvað með alla mennina sem er horfa bara, ef ég myndi hugsa út í það, þá væri ég ekki hér bara að anda, sko, þú veist, ég er ekki sem myndi drepa mig, ég er ekki að meina það þannig, ég bara, þá væri ég bara einhvers staðar út í horni bara, þú veist, bara í ykkurum, þú veist, ég bara get ekki,